Pétur Gunnlaugsson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir ráðsmenn. Ég ætla að ræða framsal á ríkisvaldi. Fyrsta spurningi sem vaknar þegar að rættur þessa tillögu hvers vegna verið að leggja fram tillögu framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana. Við erum aðilar að mörgum alþjóðlegum stofnunum og höfum ekki þurft að deila fullveldi okkar með þeim stofnunum og þess vegna hlýtur þetta að vera sú spurning sem menn varpa fram fyrst. Ástæðan væntanlega sú að ef við göngum í Evrópusambandið þá þurfum við að afsala okkur ákveðnu fullveldi og það skilyrði fyrir því að við göngum í Evrópusambandið. Og það sennilega skýringin á því hvers vegna þetta lagt fram. Þetta vilji sérnefndarinnar að leggja þetta fram og mér skilst að þeir séu sammála það í nefndinni að þetta verði gert svona. Varðandi ákvæðin, það segir hér í 2. málsgrein, þegar tillaga fullgildingu samnings sem felur í sér framsal ríkisvalds hefur verið samþykkt af Alþingi, skal ákvörðun borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Það kannski fyrsta spurningin, varðandi samþykki Alþingis, þá gert ráð fyrir einföldum að meirihluti Alþingis geti samþykkt þetta, en ekki aukinn meirihluti. Ég held að það væri rétt í þessu sambandi að hvort að nefndin ætti ekki að skoða það, eða hugleiða það að hvort við ættum ekki að hafa aukinn meirihluta, 2/3, eins og gert ráð fyrir ef að breyting verður á stjórnarskránni samkvæmt tillögu stjórnlaganefndarinnar. Varðandi kosningarnar, þá spurningin það engin tímamörk þegar að þetta mál borið undir kjósendur. Þá spurningin ef að naumur meirihluti samþykkir framsal, getur þá þessi meirihluti ákveðið það hvenær þetta fer í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það skiptir verulegu máli, menn geta verið að fylgjast með skoðanakönnunum og reynt að velja hagstæðan tíma til þess að þetta yrði samþykkt. Þannig að ég sé ekki í þessum tillögum og ekki greinargerðinni neina tillögur sérstök tímamörk, en ég held að það sé nauðsynlegt að það verði einhver rammi utan það. Varðandi atriði sem að ég ósáttur við, það í sambandi við kynninguna á því hvernig ákvæðin í stjórnarskrá lýðveldisins. Það fjallað óskrifaðar reglur framsal og það getur verið heimilt að fullnægðum ákveðnum skilyrðum. Ég kannast ekki við að þetta hafi neina réttarlega þýðingu varðandi stjórnarskrána og þetta gefur ranga og villandi mynd fyrir almenning sem fer og skoðar áfangaskjalið að þetta sé hluti af íslensku stjórnarskráni eða einhvers konar túlkun á henni. Þetta fyrst og fremst kenning fræðimanna eða fræðimanns þetta. Við þekkjum auðvitað þá stjórnskipuðu venjureglu, þingræðisregluna, hún viðurkennd og stjórnarskrárvarinn. Þetta auðvitað ekkert stjórnarskrárvarið og ég svolítið undrandi á því að þetta verið sett þarna inn. Að lokum þá vil ég bara benda á það að sumir kunna telja að það sé meira öryggi fyrir fullveldið að fá þessar tillögur sérnefndarinnar því að samkvæmt þeim þá verður máli borið undir kjósendur. En eins og ástandið núna varðandi breytingar á stjórnarskrá þá líklegt að þegar þær kosningar fari fram að þá verði rætt ýmis önnur mál og kannski flest önnur mál heldur en einmitt stjórnarskrá breytingu. Þannig að þessi atriði vil ég gjarnan að menn hugleiði. Takk fyrir.